flest vítamín tekurðu, C-vítamín eða eitthvað, og þú veist ekkert hvort það sé að virka eða ekki, þannig séð. Magnesium eina vítamínu sem þú tekur, þú byrjar að gera mikið jiu-jitsu eða eitthvað og byrjar að fá svona sinadrætti, svo ferðu bara, já, ok, ég ætla að byrja að taka magnesium á kvöldinu eða eitthvað. Og þá bara allir, já, ok, miklu minni sinadrætti. Það virkar bara. Já, það virkar rosalega vel á, ef þú ert að fá sinadrætti. Við byrjaði bara, já. Byrjum að tala um magnesium. Já, magnesium. Ég mikill magnesiummaður. Já, ég það reynda líka. Já. Þetta er ótrúlega, þú tekur eitthvað önnur, ætla að taka lýsispillur á mótnana eða eitthvað, lýsi eða eitthvað. Og þú getur ekki mælt munina því þú finnur ekkert bara, ég allur breyttur en þannig bara, þú með sinadrætti og ég hef svona tilhengu til að fá mikið af sinadráttum. Sérstaklega verið að æfa mikið eða kemur hvíldadagur eða eitthvað, sko. Og þá, magnesium útrýmið þeim alveg í mínúturvildi. Og ástæðan fyrir að við byrjar að tala um magnesium var ég var að segja að það fullt af magnesium í kakói, sko. Já, þess vegna er ég að drekka þetta. Þess vegna að drekka og ástæðan fyrir að ég held upp á kakó var að ég las viðtalið hjá Jakob Bjarnar á Vísi og þess að þú myndist á kakóseremoníum fólki á Skólavörðustíg. Já, ég var að fíblast, sko, málið það, ég var að fíblast með að Jakob var eitthvað að stríða mér að spyrja mig hvort ég var hann trúaður og í samhenginu kristindómurinn í svona kristindómsamengi og ég var eitthvað að segja já, auðvitað, en ég hef alltaf verið leitandi og var að gera grín að mér, sko, en mér þótti sérstaklega þegar ég var yngri og það örugglega, þú veist, það hefur dýpri sálfræðilegar ástæður af því að ólst að hluta til upp í vottum í Hóa og var ósátt við það. Einfalda vegna þess að reyndu lengi vel að drepa mig meðan ég var unga barn og þannig ég hafði mínar ástæður og var svona rosalega uppsigað við kristindóminn og svona og en samt alltaf leitandi og vildi lifa andlegu lífi og fór alveg fór einu sinni á viku silent retreat hjá miklu meistara sem heitir Joseph Goldstein og var bandaríkjamaður. Ég gerði þetta reyndar inn í Fjón í Danmörku. Þessi bandaríkjamaður hafði skrifað fullt af bókum og var partur af svona bylgju, þetta næstu svona fyrir 68 kynslóðina, svona uppu 60, þá eru fullt af Amerikanum sem eru í The Peace Corps og fara til Asíu og í fyrsta skipti fer hann til sem hétt þá Burma og heitir núna Myanmar, fer þangað og þeir kynnast bara Austurlanda heimspeki og þeir eru algjörlega bara að falla fyrir henni og kynnast hugleiðslunni, þetta er áður en hún kemur að einhverju vitir til Vesturlanda og hann er einn af þeim sem var í fyrstu bylgju, kemur síðan til Bandaríkjanna og rekur svona rosaleg hugleiðslusetur bæði í Bandaríkjunum og á Tælandi núna og svo var ég að lesa þetta allt og ég var að gera grína sjálfum mér því mér þótti þetta miklu meira spennandi heldur en að fara á kyrrðardag í Skálholti með einhverjum leiðilegum íslenskum prestum. Þetta var svona exotist og sexy fyrir mig, eitthvað, maður getur fengið að sjá stærri hluta heimsins. Og ég fór þarna og mjög áhugavert, sko, ég var þarna í viku silent retreat þar sem þetta brotið niður svona klukkutíma eftir klukkutíma. Þú situr í klukkutíma og hugleiðir og það er algjörð þögn, sko, bara þið situr bara saman í sal og svo eftir klukkutíma lemur ykkur í eitthvað bonga eða eitthvað, sko og þú stendur upp og ferð þá í gangandi hugleiðslu í annan klukkutíma þar sem þú ert svona rosalega meðvitaður hvert skref sem þú tekur og svo ferðu aftur inn og þetta er gert, sko 18-19 tíma á dag, því að hættir að sofa einhvern veginn, þú ferð einhvern veginn verður í ástandi, sko, að einhverju leyti og það er alveg raunverulegt ástand sem þú finnur, sko, eftir svona 4 daga í þessu getur þú yfirgefið líkamann eða þú vilt, sko og getur verið baðaður, heilinn fyrir að gera ótrúlegustu hluti og baðaður í hvítu ljósi og ég stundaði hugleiðslu alveg rosalega, gerði það alveg ennþá, sko og hún er mjög góð, sko og svo þegar þú fer dýpri inn í þetta, þá eru þeir alveg, þegar þú komið djúpt inn í þetta, þá eru þeir miklu líkari, bara hefðbundum trúarbröðum að biðja fyrir heiminum og friði og senda jákvæða orku til náungans og þú veist, þú gerir alls konar svona tricks, hugsar eitthvað sem þeir kannski hefur gert þér eitthvað, hugsar eitthvað sem þú þekkir ekkert, er svona svolítið nafnlaus í þínum heimi, sko, og hugsaður eitthvað sem hefur verið vendarðinn í lífinu og komið vel fram með þig, eitthvað vina, kunningi eða eitthvað, sko.
og reynir að baða alla þessa þrjá sem hinn ókunnugi, hinn óþægilegi og hinn góði, baða þá sama kærleikann. Þessu var ég í alveg, já. En hvernig það fyrst, sko, því ég velti fyrir mér að fara í svona, ég hef aldrei látið verða því, lítið svona fyrst þegar maður er að koma úr bara venjulegu daglegu vestranu lífi með síman og allt þetta, það ljóta að vera svolítið frákvarsenginni. Þú sagðir á 4. degi, sko, þú veist, ég er auðvitað svona fyrstu 2-3 dagar. Jú, það er mjög sérstætt, en það er ótrúlega fyndið við þetta var á 40 samanlega mínu og ég var ritstjóri Fréttablaðsins, aðalritstjóri 365 og yfir fréttastofu stöða 2 og Bylgjurar á sama tíma. Þegar þú fórst í þetta? Já, þegar ég fór í þetta og það sem ég gerði, sem var að konan mér var eitthvað, viltu ekki fyrst fara bara okkur hugleiðslunámskeið eða eitthvað? Ég hafði ekkert hugleitt. Ég kom alveg kaldur. Ég sagði, nei, beint í djúpulauðina, það er eina leiðin til að skilja þetta. Ég er mjög forvitin þetta, var búin að lesa bækur á okkar, fann þetta ætlaði ég að gera og fór í þetta, þannig að ég kom algjörlega óundirbúinn, hafði ekki hugleitt í 10 mínútur ævina eiginlega. En hvernig var þá kemur hinspurning, hvernig var þá að koma út og vera að sinna öllum þessum póstum að því maður hugsa, sko, þegar þú kemur út af svona, þá myndi ég einhvern veginn áætla að maður væri bara, nú væri næs að vera ekki með ómikið áreitum í lífinu. Einmitt ekki, það var ein bók ég man ekki hvað höfundurinn heitir, en hún heitir á íslensku, einhver enda þýðana, kannski Sigurður leikari, hún heitir eitthvað, sko, og svo ferði bara vasku upp, sem er í rauninni bók það, hvað það að gera síðan þegar kemur úr einhverju svona austurlanda hugmynd og kemur síðan í ofboðslegt áreiti. En þú gerir það til að, þú veist, geta síðan bara tekið þátt í daglegum rekstri og það var margar konur líka skrifið það var kona sem ég las bók, sem ég las þessa bók þarna í matatímanum, sem var þarna okkur svona, við vorum okkur setri þarna og las hana sem eftir konu sem heitir Deepa Ma, hún var meira saman með það, hvernig ætlar að finna þetta ef þú ert móðir og það er miklu meira álag að vera móðir en feðurnir fara bara og hugleiða í 3 mánuði þetta er svo bara sjó á meðan að móðir vill kannski ekki yfirgefa börnin sín fyrir 3 mánuði þannig að hún bauð mæðurum bara að koma heim til sín með börnin sín og kendi þeim hvernig á að díla við daglegt líf en að þessu sögðu þá kom ég heim var aðalritstjóri og var rekinn eftir 2 mánuði Já, kannski hefur verið hugleitt það í manifestation. Mér fannst það samt, sko, þetta var rosalega gott fyrir mig, sko, það voru svona, núna er mér svo búin að leggja Fréttablaðið niður, hann er ekki svona að ég hef verið rekinn að því ég var bara ómögulegur, heldur, var alltaf verið að reyna að finna einhverja leið til að reka þetta apparat, sko, í svona á tímum þegar var ekki hægt að reka þetta með skynsumum hætti þannig að gengi upp fjárhagslega og ég var breyttur maður líka þegar ég kom heim og þetta breytti mér alveg sko og ég þetta er ekki svona hart fjölmiðla umhverfi og harður fyrirtækjarekstur er ekki hendar ekki alveg sko einhverjum brjáluðum búddista sko sem að ég var á þessu augnablikki sko en svo var það voru alls konar við vorum í svona öldusjó hérna og þetta er basically dauðategjur Fréttablaðsins og hvernig á að finna út úr þessu og núna er þetta, ég býr náttúrulega ekki í Íslandi og er Fréttastofa stöð 2 ennþá til eða? Þetta er náttúrulega spurning en vísir þetta til, sko? Þetta er náttúrulega spurning sem ég á að geta svarað, já, jú. Þeir eru með á netinu bara? Já, en þetta er alltaf svona, þetta er sam og þegar ég var þarna, þú veist, það var alltaf þessu umræðum þú veist, á að fara að leggja þetta niður. Já. Ég kannski ekki komið tími til að leggja þetta niður. Það þýttur alltaf að skila tapi, sko. Já, og ég held, sko, það er náttúrulega, já, ég er ekkert mikið að liggja við fréttum, sko, en ég held, jú, og ég horfi aldrei á línulegt sjónvarp, þannig að ég horfði síðast á eitthvað svona línulegan fréttatíma fyrir mörgum árum, sko. Já. En jú, ég held hún sé ennþá í gangi, sko. Já, nei, ég horfði bara íþróttir sem eru allir beinni, sko, þá horfði maður á þetta línulegt. En það sem ég, sko, pælingi mér var kannski að því ég er alveg sammálaður og það er kannski það sem að þegar þú ferð inn í, að því ég var nú að djóka með þetta kakóseremóni og hitman og allt þetta, þegar þú ferð inn í eitthvað sem væri þetta sem er svolítið klísugent, þú veist, eitthvað svona andlegt, að þá, þú veist, kemur kannski þessi tilhneiging sérstaklega fyrir að hugleiða að þú, sko, jafnvel getur náð einhverjum rosa friði þegar þú ert einn og þessi klassíska sagan af einhverjum sem er einn í einhverjum helli, sko. Já. En á endanum
þarf það að vera þáttakandi í lífinu. Já. Þannig að það sem er eftirsóknarvert er getur hún á þessu ástandi í smáralind, sko. Já. Í meiri streitu. En að því sögðu, að þá svona einhvern veginn þegar ég hef tekið tímabil þar sem ég hef hugleitt mikið, þá hef ég fundið, sko, að það var eitthvað gott, sko, alltaf að vera með líf þar sem er mikið í gangi, en þú þarft ekki að vera multitaska og nota, þú veist, þennan skipulega sluta heilinum, heldur getur þú bara, þú veist, þú bara mætir á stað og ert þar. Nú erum við bara hér og sitjum hér í þessu rými og erum að tala um hvern annan. Svo ferð á næsta stað og þá, þannig ég er svona veltið fyrir mér hvernig væri þetta hanna líf þar sem þú veist, þegar maður er sjálfur að reka fyrirtæki þá maður er alltaf multitaska. Multitaskið er eiginlega svolítið öfugt við hugleiðslu. Já, ég er ekki mikill, ég hef gert það á fjölmiðlunum, ég hef ekki unni á fjölmiðlunum mörg árið áratíu. Ég man ekki, það er örugglega meira en 10 ára eitthvað síðan ég var þarna, en ég er ekki mikill multitaskari, sko. Ég er alltaf, geta ekki, og ég hef tekið, auðvitað er þetta nýtt, að allt þetta kemur og maður getur bara verið opna bara eitthvað browser í tölvunni eða tekið símann sinni eða eitthvað, sko. En sem betur fyrir á ég reynsluna áður þegar ég var að skrifa fyrstu bókina mína á Macintosh Plus eða eitthvað og það var ekkert verið að sækja athygli manns neitt, þú veist. Það var bara, þetta var á klóstið á x mörgum mínútum, liðið x marga mínútur og þetta var að fara að pissa og búið, sko. Það var athyglisbresturinn sem maður hafði, sko. Og en ég hef samt alveg líka gert í því að vinna gegn því, sko, að vera ekki mikill athyglisbrestur. Ég er ekki með þessu upp í símanum eða neitt, sko, og alla mína tölvur eru stiltar á work mode og ekki hægt að hringja og ekki hægt að fá SMS og og það er frábær höfundur, hvað heitir hann, Cal Newport, sem skrifaði bók sem hann skrifaði marga bækur og eru allar góðar, en svona gateway bókin hans er Slow Productivity og er alveg frábær það hvernig maður verður góður í einhverju með því að einbeita sér og hvernig maður á að díla við nútímann, sko. Er þetta ekki, maður er þetta ekki að verða rosalega svona verðmætur eiginleiki í nútíma samfélagi að hafa getuna til að ná í eitthvað sem er hægt að kalla deep work. Jú, deep work, hann skrifaði líka bók sem er deep work. Já, ok. Það sem var kannski að ná þessum, þú veist, það sem eru bara, þú veist, 3-4 tímar að fullri einbeitingu við eitt verkefni, að því maður hugsar, þú veist, það er svo stór hluta fólki sem er í þessum multitaski, en það, þú veist, einmitt, talandi svona með hægaganginum, geta orðið til magnaði hlutir í þessum djúpu hugsanarlotum þar sem þú nærði í alvörun einbeita þér, sko. Það er eftir hvað gerir, skilvel að bílasali eða fasteignarsali þurfa að vera bara, ok, og svo er ég að senda SMS á kunnan sem ætla að hitta klukkan 4 eða eitthvað sem er að fara að sína íbúð. Það er bara hans veruleiki að hann vinnur þannig vinnu og ég vinn bara ekki þannig vinnu. Ég vinn þannig vinnu að meira segja búið að mæla það ef að ég myndi leyfa mér að vera með Instagram eða eitthvað í símanum mínum eða fara á það. Þá bara það eitt og segjum að ég samfæri mig að já, mér er bara fínt og ég er alveg ábyrgur með þetta og kannski eftir 2 tíma af deep work þá fer ég í 10 mínútur eða eitthvað og fer á salernið og eitthvað og er svona að skoða og eitthvað. En bara það eitt fyrir mig persónulega sem er að skrifa og þá hvað gerist fyrir heilan minn þegar ég fer út úr verkefninu, þú veist, og þetta er eitthvað gluggi á daginn sem maður hefur til að vinna sem er meðan allir eru í skóla og eitthvað svona á heimilinu mínu og þá er ég yfirleitt alveg og stundum er ég öfugt, stundum hef ég átt í erfiðleikum með að klippa þegar ég ætla bara að taka þátt í fjölskyldulífi og þá er ég stundum uppnefndur á heimilinu kafbáturinn eins og ég komi bara einhvern veginn og sé að sigla þarna heimilið, sko, og er bara en ég er náða að venja mig af mikið af því, sko, þar sem maður bara, já, ok, nei, nú það kafbáturinn að koma upp, sko, og taka bara þátt í kaosi heimilis með á heimilinu eina 16 ára og eina 8 ára. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.